Í þessa myndbandi langar mig aðeins að sýna ykkur leitina í Sarpi 4. Þetta verður bara svona stutt yfirlit, en leitin er mjög öflug og það eru margar mismunandi tegundir af leit sem er hægt að gera. Þannig að ég mæli endilega með því að fólk kynni sér hana mjög vel. En hér til vinstri er alltaf þessi leitargluggi. Sama hvað með opið hér, þá getur alltaf haft leitarniðurstöður hérna vinstra megin. Í efsta glugganum, þar er svokölluð heildarleit, þar sem þú ert bara að leita að einhverju orði og hún leitar í öllum gluggum, alls þar sama hvort það er í frjálsum texta eða inn í hvaða reit sem að þá er hún að leita gegnum allt, þannig að þú gæti fengið rosalega mikið af niðurstöðum. Hér er safnasíða þar sem þú getur leita eftir ef þú vilt bara frá einhverju ákveðnu safni. Hér inni ættu þið að vera með vistaða leit á ykkar safni, en hér er líka hægt að búa til sína eigin vistuðu leit. Þannig ef þið eru alltaf að leita eftir sömu atriðum, að þá mæli ég endilega með því að búa sér til svona vistaða leit. Svo hér neðsti dálkurinn er röðun og það er bara hvernig þið viljið sjá þetta hérna raðast. Og allt sem þið leitið að hér getið þið líka skoðað í svona töflu-view. Ef þið smellið hérna niður í borðanum á töflu sín, að þá fáið þið að sjá alla leitaniðurstöður í töflu. Núna er ég bara með alla gripi frá ákveðnu safni og hér get ég valið inn hvaða ítarupplýsingar ég vil fá að sjá á hverju sinni og þá smelli ég hérna á línurnar 3 hér og þá get ég valið inn allskyns reiti. Og tekið út reiti ef mér langar ekki að sjá til dæmis safnnúmer B og en mér langar að sjá hvort að þeir eru birtir á vefi eða eitthvað slíkt, þá get ég alveg stjórna því hér. Svo neðst hér, ef þið skrollið niður, þá er hægt að sækja í Excel eða sækja í Excel valdarfærslur. Ef ég myndi smella hér, þá fengi ég bara þessa sem er litu blá núna og bara þau atriði sem eru hérna í töflunni. Ef ég myndi sækja allt, þá myndi sækja allt sem er í leitaniðurstöðunum mínum. Ég get leita fleiri bláar með því að halda niðri Ctrl-takkanum á lyklaborði. En hér get ég líka fært til reiti eins og mér sýnist ef mér langar í ákveðið útlit á Excel-skjalinu mínum. Ég get líka valið það að opna aðföngin mín eða leitaniðurstöðurnar hérna í myndasýn og þá fæ ég upp svona útlit og þetta getur verið þægilegt fyrir marga að nota þetta. Og svo er hérna kortasýn sem sýnir manni hnit á Íslandskorti en ég get sýnt það með einhverju öðru leitarorði heldur en listasafni af því að þau eru auðvitað ekki með hnit mörg á sér. Við getum prófað að leita hérna eftir aski á Borgarsuðursafni, hvort við fáum niðurstöður. Já, það er birtast hér. Þannig að ef ég smelli á einn af bláu punktunum og opna svo stækkunargleri hér til hliðar, þá er ég komin á þessa færslu sem að ég var að leita að á kortinu. En ef við prófum heildarleitina, þá ef maður setur inn stjörnu og enter eða smellir hérna á stækkunarglerið, þá fær maður upp allar leitaniðurstöður. Í þessu tilfelli er ég með Borgarsuðursafnið sem vistaða leit og þess vegna fæ ég þessa gripi upp hér. En ef ég myndi taka hana af, þá myndi ég sjá yfir 1,5 milljón aðfanga og það að segja öll söfnin í einu. En núna ætla ég að vera stillt inn á Borgarsuðursafnið og segjum að ég ætla bara að leita eftir einhverju svona í heildarleitinni, leita eftir askur. Þá ætti að sjá leitaniðurstöðuna hér og þá finnur hún 22 leitaniðurstöður. Og hér er efnisorðið askur. Svo ef við skrólum niður, þá neðar mun hún sýna okkur einhverja sem við skiljum kannski ekki af hverju hún fann. En
en hún að leita í öllum reitum, þannig að einhvers staðar í einhverjum reit þetta orð. Þannig að, en hún á að skila leitarniðurstöðum fremst sem með svona mesta hitni, og það að segja efnisorð og titill og slíkt. Það líka ýmsir aðrir leitamöguleikar fyrir utan auðvitað nánari leitina sem sú sem skiptir mestu máli, hún hérna þessi bláa. Ég get líka smellt hérna á sjónaukann og þá fæ ég upp svona ýmsa flokka sem ég get þrengt eftir, en það líka hægt að gera þetta í gegnum ítaleitina. En hér bara svona nokkur dæmi, ég gæti valið að sjá bara muni eða ljósmyndir eða birta á vef eða eitthvað slíkt. Hér líka leitarreitur sem heitir efnisorðaskrá, en hér hægt að leita eftir ýmsum orðalistum sem í kerfinu. Þannig að ef ég væri að leita einhverju ljósmynd þá geti ég opnað hérna þennan lista. Þá birtist svona listi hér og þá gæti ég þrengt leitina mína eftir svona fyrirfram ákveðnum orðum sem í kerfinu. Segjum bara, ætlum að gá hvort það einhver lit positív og þá fá ég þær allar upp hér. Svo líka ein önnur leit hérna til hliðar sem langar að sýna ykkur, þá ætla ég að vera stilt inn á Þjóðminjasafnið. Þá smelli ég semst á korta hnappinn hérna. Þá fæ ég svona lítið Íslandskort hér sem ég get reyndar stækkað ef ég vil og ætla að færa mig nær Íslandi, annarkvort með því að tvísmella eða þá nota plúsin og mínusinn hér, og hér semst hægt að leita að gripum eftir landsvæðum. En það virkar náttúrulega bara ef að gripirnir með skráð hnit á sér sem kannski ekki mjög margir í dag nema kannski jarðfundir. En þá hægri smelli ég með músinni og geri vel polygon, svo smelli ég hérna yfir landsvæðið og tvísmelli til að loka og þá fæ ég að sjá hvort það kom einhverja niðurstöður hér. Og já, ég fann ansi marga, 256.000, þá get ég farið hérna í þennan reit til að sjá töflu view yfir allar leitaniðurstöðurnar mínar. Og þá fæ ég upp hérna alla þá gripi sem á þessu svæði á landinu, sem með hnit á sér. Svona lítur þetta út í kortasýn. Þessi leit sem hérna til vinstri, þessi borði hér, hún alltaf að leita í þeim módúl sem þið eru stödd í hverju sinni. Þannig að ef ég opna heimildaskrá og geri leit hér, þá hún að leita bara í heimildaskránni. Ef ég fer inn í staðaskrá og leita eftir stjörnu hér til að fá allt upp, þá hún bara að skila með niðurstöðum úr staðaskránni. Það leit hérna líka hægra megin sem dálítið falin, en ef þið smelli hérna, hér birtist sem sagt leit í aðföng og þá sem sagt, hérna hægt að leita úr þessu módúl í aðfangamódúlnum. Og það sem sagt til dæmis ef mér langar að tengja fleiri aðföng við þennan stað, þá get ég gert það hérna megin frá, en ég get að sjálfsögðu gert það líka þegar ég stödd í aðfanginu sjálfu. En hér gæti ég leitað að einhverjum grip, ef ég veit að hann tengist þessum stað. Segjum að þetta hérna sé gripurinn sem að leita, og þá get ég sem sagt dregið hann, valið hann hér og dregið yfir hingað og sleppt. En leitin hérna vinstra megin, hún á alltaf við allt í þessu módúl sem stattur í. Það ein leit í viðbót sem langar til að sýna ykkur, bara af því að mér finnst þetta alveg skemmtilegt. En sem sagt, ef maður smellir á litla tannhjóli sem birtist hérna fyrir framan skráningarriti, þá getur maður smellt hérna á það sem svona bulletmerki sem heitir atriðaskrá, og þá get ég sem sagt fengið upp svona lista yfir, núna valdi ég aðfangategund, þannig að ég get fengið að sjá tíðnina
Og ef ég segi hérna takmarka við leitaniðurstöður sem í þessu tilviki Borgarsögusafn hjá mér, að þá get ég fengið að sjá sem sagt munin, hvað mikið af munum, fornleifum, húsum á þeirra safni. Svo get ég líka opnað hér, smelta þetta litla tannhjól, opna atriðaskrána og segi takmarka við leitaniðurstöður af því að þetta ég stödd á Borgarsögusafninu núna og þá fæ ég að sjá alla þá gripi sem hafa verið skráðir með efni sem við og öll hin efnin. En þetta getur mögulega verið nýtilegt einhverjum, þessi leit. En svo ég á nánari leitin sem auðvitað aðaleitin og það verður annað myndband fyrir það.